Góðan daginn allsum, mér langar til þess að bjóða okkur hjartanlega velkomin hér á Guðsþjónustunni í dag. Það gleðilegt að sjá að sólin skín hérna inn þrátt fyrir það að það sé gardínur fyrir, en það er skemmtilegt að sjá sólargeislurnar skína. Við ætlum að biðja með því að lúta höfði í bæn í stuttan stund. Við skulum öll lúta höfði. Kæra himneski Faðir, við þökkum þig fyrir þennan stund og biðum að við megum vera þér til innan hjálpar hendi í því að dreifa út þitt verk. Viltu hjálpa okkur til þess að vera í lotningu til þín? Viltu gefa okkur að þínum heila anda og vera mitt á milli okkar? Og við þökkum þig fyrir það í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að byrja með því að syngja fyrsta lagið sem er sálmur sem heitir Vorn heim er Herran Guð. Vorn heim er Herran Guð, sem er númer 67 í sálmabókina. 67 í sálmabókina. Það er vorn heim er á Herran Guð. Við þökkum þig fyrir það og við ætlum að halda áfram með að syngja annan sálm sem er Ást og Faðir himinhæða. Margir ykkar kunna hana kannski jafnvel utan að, en takið vel undir og syngja sálmun 76, Ást og Faðir himinhæða. Amen.
skulum lesa hérna, ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur ritningavers í dag svo við skulum fara allir á fætur. Og ég ætla að lesa frá Sálmanna 90. og 2. kafla og þetta er 13. og 14. versi. Hinir réttláti gróa pálminn, vaksa með sitrustrið á Líbanon. Þeir eru gróðsettir í húsi drottins, gróa í forgörðum Guðs vors. Og við skulum lúta höfði í bæn. Kæri Faðir, við þökkum þig fyrir þessa vers. Bið til þess að þú vil hjálpa okkur til þess að koma svo nálægt þér að við megum vera þínu réttláti sálir, himnesku Faðir. Viltu leiða okkur í dag í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að halda áfram að syngja ein sálm til viðbótar sem er 226 sem er heiligi dagur 226. Svo ætlum að koma að því að taka upp gjafir og við ætlum að bara vera, það kemur hérna upp á hvernig hægt er að leggja inn líka ef einhverju langar til þess að gera það.
Skulum lúta höfði í bæn. Kæri Faðir, við þökkum þig fyrir þessa gjafir sem við erum búin að safna hér inn. Viltu blessa gjafarann og við þökkum þig fyrir, himneski Faðir, að þessi pening geti verið notið til þess að breiða út þitt orð í Jesú nafni. Amen. Þá er komin að því að syngja aftur eitt lag. Við ætlum að syngja 179 sem er Jesús oss elskar öll. Og svo megi krakkarnir gera sig kláran til að koma hérna upp til því við ætlum að hafa barnasaga rétt á eftir. Svo þið megi alveg fara að koma strax, krakkar. Krakkar, ætlaði ekki að koma hérna upp og setjast fyrir fram að nú er barnasagan. Kristín Lára ætla að segja hana fyrir okkur. Komiði, setjast hérna fremst. Virkar ekki? Jú. Jæja, krakkar. Góðan daginn. Vil ekki fleiri krakkar koma? Ok, heyrðu. Ég ætla að segja ykkur svolítið skemmtilega sögum. Voy a contar una historia muy interesante. Þetta svolítið flott. Ég ætla að útskýra þetta betur eftir. Ég ætla aðeins að byrja á sögunni. Les voy a explicar la historia. I'm going to explain to you the story. Einu sinni var strákur. Una vez había un niño, once upon a time there was a boy. Sem hét Róbert. Que se llamaba Robert. His name was Robert. Hann var kannski á svona 7-8 ára. Él tenía como 7-8 años. He was maybe around 7 or 8 years old. Hann var pínu frekur. Y él tenía un carácter muy fuerte. He was of strong mind. Og mamma var svolítið bara, hvað á ég að gera við strákin? Y la mamá estaba pensando, ¿qué hago con este niño? What should I do with this boy? Said the mother. Það sem hann gerði, Lo que hizo él, what she would do, þegar var komin matur og mamma búin að biðja borðbænina, cuando llegó la cena y habían orado por la comida, when they had supper and they had already said grace, þá var hann svo fljótur grípa stæðstu kartöfluna. Entonces él tenía mucha prisa y agarró la papa más grande.
He was so strong-minded and fast, and he took the biggest potato. Og bara stæðstu bolluna. Y la albóndiga más grande and the biggest meatball. Allt sem var stæðst, þá var hann fyrstur að taka undan öllum. Todo lo que era más grande, él lo agarraba antes que cualquier otro podía agarrarlo. He would take everything biggest and best before anyone else could take it. Og mamma var að hugsa, hvað ger ég núna? Y mamá estaba pensando, ¿ahora qué hago con este niño? The mother said, what can I do with this boy? Aha, ég veit, ég ætla að hringi í hana Siggu frænku sem býr við sveit. Ah, ya sé, voy a llamar a Sigga, su tía que vive en el campo. I'm going to call his aunt, Sigga, which is up in the countryside. Og Sigga sagði, já, komdu með Róbert í svona 1-2 vikur. Sí, dijo la tía, tráemelo por unas 2 semanas. Yes, bring him for 2 weeks up to the countryside. Og Sigga frænka, hún horfði á þegar maturinn var komin á borðið, hvað Róbert gerði. Y la tía vio cuando Robert hacía eso, agarraba siempre lo mejorcito. When Robert was there, the aunt would notice how he would behave. Hún sá að þetta var vandamál. Ella vio que esto era un problema. She saw that this was a problem. En Sigga frænka dó ekki ráðalaus. Pero la tía Sigga tenía remedio para eso. Sigga, the aunt, she knew what to do. Hún fann fallega kartöflu. Ella encontró una papa muy bonita. She found a very beautiful potato. En hún var ekki alveg í lagi. Pero no estaba bien la papa, but the potato wasn't okay. Hún var byrjuð að skemmast. Había empezado a podrirse. It was about to be spoiled. Hún setti matinn á borðið. Ella puso la comida sobre la mesa. She put the food on the table. En lét þann mat, þessa stóru kartöflu, stóru bolluna, Pero hizo que la papa grande, la albóndiga grande, she made the big potato and the big meatball. þá lét hún eins og að skemmdin var undir og sást ekki. Lo puso así de que estaba echado a perder para abajo y no se podía ver. And it was underneath the potato, so he couldn't see that it was spoiled. Svo Róbert bara tók stærstu kartöfluna. Entonces Robert tomó la papa grande, so Robert took the big potato. Býtu, hvað? Ói, herðu, hún svolítið skemmt. Y vio, está echado a perder. Oh, it is spoiled. Og svo þegar maturinn var búinn og Sigga frænka bauðum upp ávöxt á eftir. Cuando acabaron de comer, les ofreció su tía postre. The aunt offered dessert after the dinner. Og það var sama svarið, en Sigga var með stóra appelsínu. Y lo mismo ahí, la tía tenía una naranja muy grande. The aunt had a very big orange. Og auðvitað tók hann appelsínuna. Y claro, él tomó la naranja más grande, and yes, he would take the big orange. Hún var líka ekki í lagi, hún var pínu skemmt líka. Y también estaba echada a perder. She was also spoiled. The orange was also spoiled. En að lokum, þá kendi Sigga frænka honum að ekki vera svona gráðugur. Y al final logró enseñarle al niño que no fuera tan mal educado. And finally she was able to teach the boy not to be so greedy. Jú. Það ekkit gott að alltaf að vera fyrstur og taka alltaf undan öllum. No siempre es lo mejor ir antes que todos y agarrar siempre lo mejor.
it's not always best to go before everybody else and take everything that's best. Þið sem sjáu þetta hérna. Pueden ver esto? Það sem stendur þarna efst, Guð vill að ég sé honum sólskínsbarn sí og skín fyrir hann. Ahí dice, Dios quiere que yo sea un niño de los rayos del sol que siempre está resplandeciendo para él. Það þýðir það. God wants me to be a child of the sun that's always shining for him. This means, esto significa, Því það að við þurfum að vera eins og sólin skín fyrir okkur, en við erum að skína fyrir Guð og vera sýnileg þannig fyrir aðra. debemos brillar como el sol para que mostramos para poder mostrar a Dios a otros. We should shine like the sun so that others can see God. Á heimilum, í skólum og í hverju leik sem Guði geðjast. Við erum að vera sýnileg allstaðar. Debemos ser vistos en el hogar, en la escuela, en cualquier juego, at home, in school, in every play. We should show him. Deberíamos mostrar a Dios ahí. Og í því neðra þá að Guð vill að ég reynist af hjartahlýr við hvert sem með mér Dios quiere que yo sea de un corazón tierno para cada quien que está conmigo. God wants me to be of kind heart for anyone that is with me. Og hann vill að við séum með hjarta á réttu stað að hjálpa öllum og vera góð við alla. Que debemos tratar bien a todos. You should treat everybody nicely. Og geti sýnt hver glatt og ljúft í gleði barn hans Við erum börn hans og við sýnum það í gleði með því að vera svona góðhjörtuð og hjálpsum. Y mostramos, debemos mostrar que somos buenos y felices. Þannig að vonandi Róbert búinn að læra þá leksíu að skína fyrir Guð og vera með hjartað í lagi til að hjálpa öðrum. Ojalá que Robert ya ha aprendido a brillar para Dios y ser de apoyo y ayuda para otros. We will hope that Robert will shine like the sun for others and be helpful. Takk fyrir þetta, krakkar. Ég ætla að gefa okkur smá þetta hérna á blaði og eftir, en takk fyrir. Les voy a regalar esta canción sobre esta hoja al rato. We're going to give you a paper with this song. Við þökkum Kristínu kærlega fyrir lagið þennan saga í dag og við ætlum að muna eftir sólargeislunum sem við eigum að vera hverjum degi. Þá biðjum við Ósa að koma hérna upp og halda predikun fyrir okkur. Good morning. Góðan daginn. Are you okay today? Hafa allir gott í dag? It is good to be here in the house of the Lord. Það gott að vera hér í húsi Drottins. We came here to worship Him. Við erum komin hingað til að tilbiðja hann. And today He is going to teach us how to grow spiritually. Og í dag ætlar hann að kenna okkur hvernig við að vaksa andlega. Through His Word, the Bible, we are going to learn how can we grow spiritually. Með orði hans, Biblíunni, hvernig við getum vaksið andlega. There was one man that had 2 children. Það var maður sem átti 2 börn. One boy and one girl.
einn dreng og eina stúlku. And they were very, very happy together. Þau voru mjög glöð saman. They were always playing together, running in the house, and very nice together, both boy and girl. Þau voru alltaf að leika sér saman heima, bæði drengurinn og stúlkan. And one day he expressed to his father, "Oh, we are so happy together. I wish we would never grow and say always like this." Og eitt sinn sagði hann við sagði drengurinn við pappa sinn, ég vildi að við myndum alltaf vera svona, myndum aldrei vaksa úr grasi og alltaf vera glöð saman. And then his father said to him, Og þá sagði faðir hans honum, "Do you want always to be in the same class at the school?" Viltu alltaf vera í sama bekk í skólanum? And then he looked to his father and smiled and said, "I don't want." Og þá leit hann til pappa sinn og sagði, nei, það vil ég ekki. And although as children happy and very happy, although the children are very happy Þó svo að börnin hafi verið mjög ánægð and the age they are, og á þessum aldri, it would be a tragedy if they would not grow. þá væri það samt sem áður mikið ólán ef það myndi ekki vaksa. You know, all that are parents here, Þið vitu öll hérna sem foreldrar, when you get a child, þegar þið eignist barn, and if the child doesn't grow, you just go straight to the doctor og ef barnið vex ekki, þá förum við bara beint með það til læknisins. because you think, oh, it's something wrong with him. Og það segir þeir, það eitthvað að barninu. So, normally, everybody that is born, they will grow and developing physically and mentally. Þannig að venjulega þá fæðist fólk og vex og þroskast líkamlega og andlega. And the same is real with the spiritual life. Og þannig það sama með andlega trúarlega lífið. And although we are happy together Þó svo við séum glöð saman in our spiritual life, í okkar andlega lífi, we would become unhappy if we don't grow spiritually. að þá yrðum við óhamingjusöm ef við myndum ekki vaksa andlega. So we have to grow spiritually. Við þurfum að vaksa andlega. So how to grow spiritually? En hvernig eigum við að vaksa andlega? And then I'm going to share with you steps in the Bible, how can we grow spiritually. Og mér langar að sýna ykkur nokkur skref sem að maður getur tekið sem við finnum í Biblíunni, hvernig maður á að vaksa andlega. And the first, okay, On the side. yeah, yeah. Yep. The first step for us to grow spiritually, it is here. Fyrsta skrefi til að vaksa andlega getum við séð hérna í Matthew 5:23. So what if you are offering your gift at the altar and remember that someone has something against you? Leave your gift there and go make peace with that person. Then come and offer your gift. Sértu því að færa fórtíðina á altarið og minnist þess þar að bróðir þinn hefur eitthvað á móti þér. Þá skaltu skilja gjöf þína eftir fyrir framan altarið, fara fyrst og sættast við bróður þinn, koma síðan og færa fórtíðina. And in Acts 26:20, Paul says this, first in Damascus and in Jerusalem, and then in the whole country of Israel, and among the Gentiles, I preached that they must repent of their sins and turn to God and do the things that would show them they had repented. Heldur boðaði ég fyrst þeim í Damaskus og í Jerúsalem, síðan alla Júdeubygð og heiðingjunum,
að iðrast og snúa sér til Guðs og vinna verk sambóðin iðruninni. Let's think about ourselves here. Hugsum aðeins okkur, We came here to worship the Lord. þið komið hérna til að tilbiðja Guð. We are offering him now worship. Við erum að bjóða honum tilbeiðslu. But maybe this week we had some problem with somebody. En við lentum kannski upp á kant við eitthvað í vikunni. And then we just cursed the person and didn't like that person. Og við kannski bara blótuðum manneskunni og hugsaðum að mér líkar ekki vel við þennan einstakling. And we didn't repent. Og við iðruðumst ekki. And we came here today to worship the Lord. Og svo komum við hingað til að tilbiðja Guð. The Bible is saying that if you didn't repent, Biblían segir ef þú iðrast ekki, your worship today would not be accepted to him. að þá tilbeiðslan í dag ekki meðtekin af honum. That's what's in the Bible. Það stendur í Biblíunni. So the first step for us to grow spiritually, Þannig að fyrsta skrefi til að vaksa andlega, you have to make peace with the person that you have trouble with. og þá þarftu að semja frið við þann sem að þú ert ósáttur við. Okay, then the second step, Annað skref, it's here, hérna í 2 Corinthians 6:17. Annað Korinthubréf 6:17. It says like this, wherefore come ye out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not unclean things, and I will receive you. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljið yður frá þeim, snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka yður að mér. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the vainglory of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abide forever. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sig kærleika til föðurins, því að allt það sem í heiminum fýsn holdsins og fýsn augnanna og auðæfa oflæti, það ekki frá föðurnum, heldur það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. I just going to mention about my brothers. Það nefna bræður mína. We were born inside the church, Við vorum allir fæddir inn í kirkjuna and we grew up in the church. og við ólumst þar upp. When my brothers were in their 15, 16, they had some friends inside the church, Og þegar þeir voru 15-16 ára þá áttu við vini í kirkjunni and they start to go out for dancing clubs. og þeir byrjuðu að fara á svona diskotek eða dansklúbba. And then they just went out of the church Og þeir fóru bara úr kirkjunni with the friends that were from the church. með þessum vinum sem voru líka í kirkjunni. They start to love the world. Þeir byrjuðu að elska heiminn. And my brothers stay out of the church for many, many years. Og bræður mínir voru lengi í burtu frá kirkjunni. And I thank God that they came back. Og ég þakka fyrir það að þeir hafa komið aftur til kirkjunar. But it's very dangerous if you go back and love the world, some people don't come back anymore. Það mjög hættulegt að elska heiminn því að sumir koma aldrei aftur. And if any man love the world, the love of the Father is not in him. Og ef einhver elskar heiminn þá elska Guðs ekki í honum. So we have to learn how we love only God, not the world. Við þurfum að læra hvernig við eigum að elska bara Guð og ekki heiminn. So the third step, how to grow spiritually. Þriðja skref sem við þurfum til að vaksa andlega. In 1 Thessalonians 5:17, Fyrsta Þessalóníku 5:17. this is, pray at all times. Biðjið án afláts.
Then Jesus told his disciple a parable to teach them that they should always pray and never become discouraged. Og Jesús sagði að þeir skyldu stöðugt biðja og eigi þreytast. So, if you want to grow spiritually, you have to learn to pray all the time, like the Bible says. Ef þú Pray vilt- all the time. Ef þú vilt vaksa andlega þá ertu að læra hvernig þú átt að biðja stöðugt. And Paul used another word, always pray. Og hann notar þetta orð að biðja allt ávallt. It means our life should be a life of prayer every day, every time, every moment. Þannig að líf okkar á í raun að vera bara bæn, stöðug, bara alltaf. It means that our mind is always connected with God. Það þýðir að hugur okkar er alltaf tengdur Guði. If you are doing a business, Ef þú ert að stunda viðskipti, God is the one that is there with us when we are doing the business. og Guði er þá með okkur það þegar við erum að stunda þessi viðskipti. If you are visiting somebody, Ef þú ert að heimsækja einhvern, God is there with us when we are visiting somebody. Guði er það með okkur þegar við erum að heimsækja einhvern. We always have to have God in our mind. Við þurfum alltaf að hafa Guð í huga. That is how we grow spiritually. Þannig vöxum við andlega. So the next step to grow spiritually, Næsta skref, it is, no, it went back. Okay. 1 Thessalonians 5:18. Be thankful in all circumstances. This is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jésu. And Psalms 50:23, giving thanks is the sacrifice that honors me, and I will surely save all who obey me. Sá sem færir þakkargjörðað fórn heiðrar mig og þann sem breytir grandvarlega vil ég láta sjá hjálpræði Guðs. So be thankful to God. Verum þakklátt Guði. And it says here that if you are thankful to God, Og hér stendur, ef þú ert þakklátt Guði, He will save us. þá mun hann frelsa okkur. This is interesting. Þetta er When we are thankful to God, He saves us. Þegar við erum þakklátt Guði, þá bjargar hann okkur. And it says here, be thankful in all circumstances. Verið þakklátt í öllum hlutum, stendur. Then I want you to note something. He's not saying to you, be thankful when you just are rich and have a lot of money. Takkið eftir að hann er ekki að segja, verið þakklátt þegar þeir eru rík og í nóga pening. Be thankful when you are poor and when you don't have money. Vertu líka þakkláttur þegar að þú ert fátækur og átt engan pening. Be thankful when you are healthy. Þakkaðu þegar að þú ert hefur heilsu. And be thankful also when you are not healthy. Og vertu líka þakkláttur þegar þú hefur ekki heilsu. Why? Af hverju? Because if you are serving the Lord, He allows something to happen in your life so you can approach Him. Og vegna þess að ef að þú tilheyrir Guði, þá er hann að leyfa ýmislegt gerist svo að þú komist nær honum. When something bad happens in your life and you say thanks to God, Ef einhver slæmt gerist í lífinu og þið segið lof sig Guði, it means that you trust Him. það þýðir að þú treystir honum. So let's be thankful to the Lord. That's the way that we grow also spiritually. Þannig að við skulum þakka drottni og þannig vöxum við andlega. Okay, another step. Næsta skref, It is here in Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. hérna er í Orðskuðunum 3:5. Treystu drottni af öllu hjarta en reitu þig ekki á eigið hyggjuvit. And Isaiah 26:3. You, Lord, give perfect peace to those who keep their purpose firm and put their trust in you. Og Jesaja 26:3. Og hefur stöðugt hugafar, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. So if you want to have peace, Ef þú vilt hafa frið þinnra, put your trust in the Lord. þá skaldu treysta drottni. And here says that
the Lord give you perfect peace to those who keep their purpose firm. Já, drottin segir, það stendur hér að drottin gefur fullkominn frið til þeirra sem að halda, já, it's a little bit different in Iceland. No, Ok, just þú keep veitir firm. ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Okay, so trust in the Lord. And the next step Treysti drottni. to grow spiritually, Næsta skref til að vaksa andlega. those who declare publicly that they belong to me, I will do the same for them before my Father in heaven. Hvert hann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. If you confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from death, you will be saved. For it is by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. Í Rómverjabréfi 10:9, ef þú játa með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. And here it comes then that when you declare publicly that we know God, that we belong to God. Og þegar við segjum þetta opinberlega, þá þýðir það að við trúum á Guð og við treystum honum. And here is not saying that you have to preach to the person. It just says that you have to confess that Jesus is the Lord. Og hér sendur ekki maður eiginlega predika heldur viðurkenna að játa að Jesús er drottinn. I don't know if you know of somebody that sometimes work many years in one company and nobody knows that he is a Christian. Ég veit ekki hvort þið vitið að það er kannski einstaklingur sem hefur unnið hjá sama fyrirtækinu í mörg ár og enginn veit að hann er kristinn. He stays there very quiet and doesn't open his mouth to say that he believes in Christ. Og hann opnar ekki munnin til þess að játa það að hann trúi á Krist. So he's not confessing that Jesus is his Lord. Þá er hann ekki að játa það að Jesús sé drottinn. And God is just saying, wherever you go, just let people know that you love me. Hvert sem þið farið, segir Jesús, látið fólk vita að þið elski mig. Just confess that Jesus is Lord and believe that God raised him from the death. Já, játið að Jesús er drottinn og Guð hafi uppvakið hann frá dauðum. Then if you confess, the Bible says that you are saved. Og ef þú gerir það, þá segir Biblían að þú frelsast. So the next step, Og næsta skref, it is 2 Timothy 3:15. And you remember that ever since you were a child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. þú hefur frá blautu bernsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt spekið til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Þetta er 2 Tímóteusarbréf 3:15. In Acts 17:11, the people there were more open-minded than the people in Thessalonica. They listened to the message with great eagerness, and every day they studied the scripture to see if what Paul said was really true. Í Póstulagssögunni 17:11 kemur fram, þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. You don't need to answer now, but I'm going to ask you. Þið Are you þurfið- looking to me? Þið þurfum ekki að svara, ég ætla að spyrja ykkur, það að horfa til mín? Do you read the Bible every day? Lesið Biblíun á hverjum degi? The Bible says here, Hérna stendur, every day hérna they stendur í study the Biblíunni. scripture. Every day. Hérna stendur að þeir rannsökuðu ritningarnar daglega. When we talk to some people, sometimes we see very clear that they don't study the Word of God. Stundum maður hittir fólk þá er augljóst að það rannsakar ekki ritningarnar. They come to church, Kom í kirkju,
They just listen the preacher. hlusta á prestinn, They bring the Bible sometimes. Sometimes they don't bring the Bible to the church. koma með biblíuna stundum, stundum ekki í kirkju, But sometimes the church is just there to show that they have a Bible. en stundum sína það bara séu með biblíuna. There's no power in the Bible that is not open. Það engin kraftur í biblíu sem ekki opnuð. We have to open the Bible every day. Þau þurfa að opna biblíuna á hverjum degi. And some people, as I said, it's very easy to see that they don't open the Bible. They don't know much about the Bible. Það augljóst að sumir opna ekki oft biblíuna þegar þeir viti ekki mikið biblíuna. When pastor enter inside the class, Þegar að presturinn kom inn í tíman and the teacher was giving a class and he went inside, og kennarinn var að kenna og fór svo and then the pastor asked to the children that were there, og presturinn spurði krakkana, who broke the wall of Jericho? hver braut niður Jerikó-múrin? And then one boy said, Pastor, it was not me. Og þá sagði nefndin, það var ekki ég sem gerði það. And then the pastor went to the teacher and said, Og þá sagði presturinn við kennarann, is your class like that all the time? kennari, tíminn hjá þér alltaf svona? And the teacher answered to the pastor, Og þá sagði kennarinn við prestinn, well, pastor, I know this guy very well. ég þekki hennan dreng mjög vel, prestur, And if he said that he didn't break the wall, I believe him. og hann sagði, ef þessi drengur sagðist ekki hafa gert þetta, þá trúi ég því að hann hafi ekki gert þetta. But the story didn't finish. En sagan endar ekki þar. The pastor went out of the class Svo fór presturinn út úr tímanum, and he met a deacon þar hitt hann djákna, because it was a Christian school. þetta var kristinskóli, Then he explained to him what happened inside. og hann var útskýrað fyrir djáknanum hvað hafði gerst inni, And then the deacon said to the pastor, og þá sagði djáknin við prestinn, Pastor, I know this teacher very well, prestur, ég þekki þennan kennara mjög vel, and I know these children for many years. og ég búin að þekki þessi börn í mörg ár, And he said that they didn't do it. I believe them. og ég trúi því þegar hann segir að hann hafi ekki gert þetta, hann gerði þetta alveg örugglega ekki. And then after the pastor went to the committee meeting or the board meeting of the school, Og svo fór presturinn fram fyrir skólaráðið and he was talking with them, explain everything that happened. og var útskýrað fyrir þeim hvað hafði gerst. And the education board answered to the pastor, Og þá sagði þetta skólaráð við prestinn, we see no point in making problem out of this, pastor. ég get ekki séð en að þetta þurfa að gera eitthvað vandamál úr þessu, prestur. Let's pay the bill and fix this wall that was broken. Við skulum bara borga fyrir hennar vegg sem var brotið niður. And they said more, Pastor, the insurance of the school can pay this. Og trygging þessar skóla getur alveg borga fyrir þetta. So who broke the wall of Jericho? Hver var sá sem að braut niður múra Jerikóborgar? If we don't study the Bible, Ef við rannsökum ekki biblíun okkar, we can be a joke. þá verðum við bara að aðhlægi. So next step, Og næsta skref, Acts 2:42. og það Postulasögur 2:42. They spent their time in learning from the apostle, taking part in the fellowship and sharing in the fellowship meals and the prayers. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more, since you see that the day of the Lord is coming near. Vanrækið ekki safnaðar samkomur í þar eins og sumra siður, heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þið sjáið að dagurinn færist nær. The next step for us to grow spiritually Næsta skref til að vaksa andlega is our brotherhood as
members of this church, Og það þetta bræðralag sem við höfum hér sem meðlimir þessara kirkju. our fellowship. Þetta samfélag. We oft eat together after the worship, Við borðum saman hér eftir samkomuna, but that's not enough. en það ekki nóg. If you just meet people here at church, it's not enough. Það ekki nóg að hittast bara hér í kirkjunni. Because the members of the church after the Pentecost, Því að meðlimirnir í kirkjunni eftir hvítasunnuna, they were every day eating together, studying the Bible together, and talking together, and teaching others about Jesus. þeir voru alla daga saman, að borða saman, að lesa saman, kenna þeir Jesú. This is fellowship. Þetta samfélag. Then we have really to be a family. Við þurfum að vera fjölskylda. And I just ask you, we are here every Sabbath, but do you know everybody that comes here every Sabbath? Og ég spyr ykkur, þið komið hérna á hverjum kvildardegin, þekkið alla hér inni. Maybe for you, some people that are sitting here, they are not like your family, just oh, I don't know him. Kannski einhver hérna inni sem ekki eins og fjölskyldumeðlimur, þið kannski þekki ekki einstaklingin. But the Bible says here, En Biblían segir, not give up the habit of meeting together. vanrækið ekki safnaðarsamkomur í þar. This is another way to grow spiritually. Þannig vöxum við andlega. And I'm going to give you the next step to grow spiritual, and the last one, Næsta og síðasta skref sem ég ætla að benda ykkur á til andlegs vaxtar, the last but not the least, síðast en ekki síst, Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that is wise winneth souls. Ávöxtur hins réttláta lífstré og hinn vitri hillir að sér hjörtun. And Daniel 12:3, and they that are wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Og hinnir vitru munu skína eins og ljómi heiminn hvelfingarinnar og þeir sem leitt hafa marga til réttlætis eins og stjörnurnar aldur og ævi. So the next step for us to grow spiritually Næsta skref til að vaksa andlega is to win souls. að vinna sálir. And it says here that they that turn many to righteousness, Og hérna stendur að þeir sem að leiða marga til réttlætis they will shine like stars. munu skína eins og stjörnurnar. Are you shine like a star? Eru þið að skína eins og stjarna? Are you doing the work of winning souls to Jesus? Eru þið að vinna þetta starf, að vinna sálir fyrir drottin? That's our job. Þetta það sem að tilheyrir okkur að gera. If you have a friend Ef þú áttu vin that you love this person and always talk with him and have a relationship with him, ef þú elskar hann og vilt vera í samskiptum við hann, why should you not teach him about eternity? akkur ættir þá ekki að kenna hann eilífina? Then you can live with him for eternity, this friendship. Þá getur þessi vinátta varað eilífð. If you want what you plant Ef þú vilt á það sem að þú gróðursetur, to last 1 year, viltu að það endist í 1 ár? you just plant a flower. Þannig ef við gróðursetjum blóm Because a flower you plant there 1 year, it's endure. og þá kemur, ef við plöntum þannig fræði þá kemur það eftir ár kannski. But if you want what you plant En ef þú vilt að það sem þú gróðursetur to last a lifetime, að endast heila lífstíð, then you plant a tree. þá plantar þú tré. Because the tree lasts a lifetime. Af því að tréð það endist út lífið. But if you want what you plant En ef þú vilt að það sem að þú gróðursetur to last forever, að það endist alla eilífð, you have to plant the good news of Jesus in the heart of somebody. þá þarf það að setja góðu fréttirnar Jesús í hjarta einhvers.
Because if you plant the good news of Jesus in the heart of somebody, this will endure forever. Af því ef þú gerir það, þá mun það endast alla eilífð. So we have to have a good relationship with Jesus. Við þurfum að vera með gott samband við Jesú. And these 9 steps that I gave to you for us to grow spiritually, Þessi 9 skref sem ég let ykkur fá til þess að vaksa andlega, to repent, að iðrast, confess your sins, játa syndir okkar, to be separate from the world, elska ekki heiminn, to pray all times, biðja án afláts, giving thanks, vera þakklát, trust in the Lord, treyst á Guð, confess Jesus, játa það að trú ykkar á Jesú, study daily the Word of God, rannsaka daglega orð Guðs having fellowship with our brothers and sisters, og vera á stundasamfélag við bræður ykkar og systur í and trú win souls. og vinna sálir Guði til handa. This is the way as we can grow spiritually. Þannig getum við vaxið andlega. And just to close, Og til að ljúka þessu, I'm going to tell you something that happened in a small town that was among the mountains. segja ykkur frá sögu sem gerðist í litlum bæ innan fjöllin. And the nature carved a face of a man in the rock. Og náttúran hefði einhvern veginn mótað andlit á manni í klettin. And this rock was just above the little town. Og þessi klettur var fyrir ofan bæinn. And every day the people were talking about this face carved in the mountain. Og fólk var alltaf að tala þetta andlit sem hafði mótast þarna í hlíðum fjallsins. And this was a nice face of somebody that looks a nice person. Og þetta leit út að vera andlit á einhverjum sem var góður. So the people were talking among themselves, the old people, among the sick people, among the children. Og fólk var að tala þetta með eldri borgara, barna og þeirra sem voru veikir. And they would say like this, one day this stone man will come down and walk among us. Og þau sögðu einhvern tíma mun þessi maður af steini koma hingað og ganga mitt á meðal okkar. And this was so deeply in the mind of their children that one boy in this little town, Og þetta var svo djúpt í huga fólksins að það var einn drengur þarna í bænum. he started to look every day to this face in the mountain. Að leita á þetta andlit í fjallinu. He would open the door of his house and stay a day, hours, just looking and contemplating the face of that man. Og hann opnaði gluggana heima hjá sér og horfði upp á andlit í fjallinu og velti þessu fyrir sér löngum stundum. And the years passed by, and he became a man, and he was always looking to that face. Og hann var fullorðinn og hann var alltaf að horfa á þetta andlit í fjallinu. And one day the people of the town were talking together, Og einu sinni var fólki í bænum að tala saman and they saw him coming toward them. og eitt sem var hann að koma að þeim. That was a little boy that contemplating the statue. Þessi maður sem hafði sem lítill drengur hort alltaf á fjallið And they said among themselves, og þeir sögðu við hvort annan. the man of the mountain is among us. Og þá sögðu maðurinn í fjallinu loksins mitt á meðal okkar. Because he had changed himself when he was contemplating this face in the stones. Og þá hafði hann breyst í ímynd þessa andlit sem var í fjallinu. Drengun hafði andlitið á hann hafði breyst. And the same happened with me and with you. Og það sama gerist með mig og þig. If you contemplate Jesus Ef þið horfið á Jesú every day, alla daga, many hours, marga klukkutíma, one day you are going to walk among people and people would say Jesus is walking among us. og þá þegar fólk sér ykkur ganga mitt á meðal, þá sér það Jesús vera að ganga mitt á meðal. Because they can see Jesus in you. Af því að þið geta að sé Jesús í þér. Let's always study the word, Við skulum alltaf rannsaka grow Biblíuna, spiritually, við skulum vaksa andlega, and so we are going to be like Jesus. þá munum við vera eins og Jesús. God bless you. Guð bless ykkur.
þökkum fyrir þessu skref í átt að betri andlega göngu með Guði og við ætlum hérna að vera með loka sálminn hérna sem er 336 dýpra og dýpari. 336 sálmabókinni. Let's pray. Dear Lord, which art in heaven, Kæri Drottinn, þú sem ert á himnum, we say thanks for your word við þökkum fyrir þín orð and for the instructions that we find on it. og fyrir alla það leiðbendingar sem við fáum þar. And help us to grow spiritually. Viltu hjálpa okkur að vaksa andlega? Help us to follow these steps Viltu and hjálpa, put in practice in our life. viltu hjálpa okkur að feta í hans fótspor og gera þetta raunveruleika í okkar lífi? We pray in Jesus' name. Við byggjum í Jesú nafni. Amen.